Já, góði grannar, þá erum aftur búin að fá hérna góðan gest hérna í stúdíu hjá okkur og það er auðvitað gestur sem að þið kannist við frá fyrri viðtalsþáttur sem við höfum haft hérna á Hamraborgarásinni. Það er Haukur Hauksson, fréttamaður, það er að segja Ríkisútvarpsins í Moskvu. Velkomin hingað til okkar. Hvernig er nú annars ástandið þarna í Moskvu? Já, það er eins og við hefum rætt, þá er þessi glæpabylgja er ekkert að reyna. Nei, hún er ekki að reyna. Nei, það er, sú þróun heldur áfram og sér ekki fyrir endan á því. Svo við reyðum aðeins upp þetta fyrir samtölun okkar, þá man ég það þú talar að fyrir að komast á flokkurinn leiðin til loka, þá heldur menn að þetta myndir nú eitthvað kannski svona fara upp í sína frumyndir og lagast. Hefur þetta versnað mikið? Já, ég myndi segja að það hefði versnað á þann hátt að þróunin sem er í þessa glæpa átt og hún er ekkert að stöðvast eða að taka aðrar myndir og mafían og glæpahringir og svik og brettir eru þarna hríða húsum. Já. Hvernig lýsur þessu, til mér svo viðskiptasviðinu, hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, það er þannig að það er sem sagt mjög sterkir alls konar aðilar sem eru í svikum og brettum og komast vel áfram á því og fáum treystandi þarna í viðskiptum. Það hafa menn Íslendingar sem sagt hafa mikið vara á sér varðandi þetta og sendi þeirra Rússlands hér varar menn við að fara þarna út í viðskipti. Já. Það er nefnilega þá og ertu með svona einhver konkrétt dæmi sem Íslendingar hafa lent í þarna? Nei, ég veit nú ekkert sérstakt svona, en það hafa verið þarna menn hafa svikið einhver dæmi og ekki staðið við samninga, veit ég, en ég hef ekki lent í einu sjálfur persónulega. Nei, en þá ég maður þú talar það að þú lentir sjálfur í árásum svona lítilla það voru Azerbaidsjanar, var það ekki? Já, Tsjetsjenar. Voru það Tsjetsjenar? Já. Það er nokkuð langt síðan það var ekki? Jú, það er nú eitthvað 2-3 ár síðan eitthvað. Já. Síðan það kom fyrir. Síðan því það lendi, já. Það voru Tsjetsjenar, já. Já, þeir voru þarna og eru ennþá uppistaðan í neðeirar hreyfingu Moskvuborgar og eru geysilega sterkir, sækir grimdar og sem sagt óvægni í viðskiptum við fólk. Já, og er það þá staðreyndin að þeir hafa staðið á bakvið þá þessar mafíustarfsemi í Moskvu? Já, þeir eru geysilega sterkir og þeir hafa ítt þarna út öðrum hópugrúsi í mafíunni og öðrum hópum og eru mjög sterkir núna í neðeirar. Er það þessi grúppa sem að Rússarnir kölluðu að þetta væri glæpamennirnir í Tsjetsjeníu sem að stjórnuðu aðferðina Moskvu? Er þetta þeir? Jú, vissulega, það er alveg mikið til í þeim málflutningi og þetta er hópur sem hefur mikið miðstjórnarafl vegna þess að það er sem sagt menningi í þessum löndum er svona klanamenning svokölluð, þá er það skiptir fjölskyldutengsl og ættartengsl og slíkt er það mikilvægasta og hjá arabaþjóðunum og þá er ákveðin svona píramída uppbygging á hlutunum fyrir aldri og virðingu annarra manna og þeir hafa tengsl þarna niður í Grozny og í Tsjetsjeníu og þeirra besta peningauppspretta er glæpastarfsemin í Moskvu og Pétursborg og í neðeirar hagkerfi Rússlands yfir höfuð. Nú hefur maður heyrt að hver pótintáttinn á fætur öðrum er alltaf að reyna að hafa eitthvað fyrir sig út úr kerfinu. Og er það gegnumgangandi alveg frá hins mesta til hins stærsta eitthvað? Já, það er alveg gegnumgangandi mútuþægni og spilling og þess aftar. Og koma engum böndum á þetta? Nei, það er reynt að gera það. Það er Kulikov sem er núna, Anatoli Kulikov sem er innanríkisráðherra sem að Leibniz ætlar að reyna að koma frá völdum. Að hann er byrjaður á því og er að reyna það að stoppa þessa spillingu og hægja á henni og er komið með þarna sérdeild innan lögreglunnar sem hefur frjálsar hendur varðandi þessi mál. En það er ekki áberandi árangur af því ennþá og sér ekki fyrir endan á því, enda er þetta í sálfræðinu og hugsunarhættinum hjá fólki og allt frá smæstu lögreglumönnum og upp í ráðherra og
embættismenn á öllum stigum að þeir eru mjög mútuþægir. Hvar endar þetta? Ég meina, sjá menn einhverja framtíð fyrir sér í þessu, sko, ég meina í Rússlandi, almenningur? Já, það er eins og gengur að þá reynir hver að nota sína aðstöðu og sem sagt sína stöðu í þjóðfélaginu til þess að græða eins mest og hann getur sjálfur og þetta er það gegnsýrt að það er mjög erfitt að taka á þessu máli og reyna að stöðva þetta með nokkrum hætti. Hvernig gengur Kulikov hefur hann einhverja heimildi til þess að gera eitthvað þarna? Getur hann gert eitthvað? Já, hann hefur verið með hreinsanir og hefur hreinsað út. Það var margir þurftu að taka poka sinn úr innanríkisráðuneytinu og víðar vegna spillingamála og hann hefur verið með ýmsar þokkalega harkalegar aðgerðir og orðið ágengt í þeim málum og reynir þá að setja heiðarlegri menn í staðinn. En þetta er svo gegnsýrt og rótgróið að þetta er mjög erfitt að uppræta svona alveg og nánast ógjörningur. Já, nú hafa menn talað um það að þetta sé sko allt saman fyrir meðlimir í kommunistaflokki í Sovétríkjunum sem eru þarna að loksins að nýta sér aðstöðu sína. Er það þar sem er að gerast? Jú, að vissu leyti er þetta menn úr lögreglunni og KGB og öryggissveitunum sem að vissu hvernig þetta sáu fyrir þróunina og eru að nota sína aðstöðu til þess að koma sér áfram. En það þarf ekkert endilega að vera þessi endilega, það er ekkert endilega samasemmerki þar á milli fyrir flokksbrota og síðan mafíunnar í dag vegna þess að það er náttúrulega vissulega kom upp á yfirborðið þegar umbæturnar allar byrjuðu, þá kom upp á yfirborðið það sem að var þegar neðanjarðar, mafían kom þar upp og sameinaðist þessum valdastofnunum. Frá því að þú varst hérna hjá okkur síðast á Rásinni, þá man ég það að þá voru kosningar í vændum, Zhirinovskí var þarna ansi sterkur og ég man það að það annarkvæmt í fyrsta eða í öðru viðtalinu hérna hjá okkur þá talaði þú um það að jafnvel Zhirinovskí myndi vera sterkari heldur en er í dag núna í Rússlandi. Já, hann hefur nú dalað aðeins, Zhirinovskí. Og hann var nú ekki nema í 4. sæti núna í forsetakosningunum en þó er það ekki slæmur af okkur. Þess að ekki kringum 5% aðkvæði. En vissulega er það svolítið skellur miðað við kosningarnar sem hann í desember 1993 þegar hann fekk 22%. Já. En hann heldur sínu striki og menn það eru margir sem að segja að Zhirinovskí sé pólitískur trúður og þess aftar en það er mjög athyglisvert verðandi hann að þetta er maður sem hefur haldið sér núna upp á stjórnarhimninum í rússneskum pólitík í rússneskum stjórnmálum sem sagt í 5 ár og sem sagt hann tekist sjálfur eiga framtíð fyrir sér og það er nokkuð ljóst að hann verður hérna í nokkur ár endan. Er hann þá, þessi þjóðverðni sinni, er ekki einhverju aðri þjóðverðni sinni sem hafa líka sko sem hagsmunum gæti hafa hann í bæði hernum og víðar? Jú, það eru þjóðverðni sinni mjög sterkir og hann situr náttúrulega í einnum þá hvítu að fá atkvæði þjóðverðni sinna en hann er svona með svolítið ákveðna stefnu oft og það er vissulega svona áherslubreytingar hjá þessu væng í rússneskum stjórnmálum, þjóðverðnismönnum. En hann er einna sterkastur í þeim flokki og hefur haldið sér á þessu. Hvernig er þá með núna með kommunistaflokkin fyrirverandi og Tjúkunov og þá félaga, hvernig hefur þeim vegnað, nú fengu þeir ekki, það munar þetta ekki svo mörgum prósentum á honum Tjúkunov og Jeltsin. Hefur það borið ykkur í að þeir hafa verið beittir ykkur ofbeldi þarna í kosningaslarnum? Já, kosningarnar var náttúrulega mjög óréttlátar og viðurkenna það allir sem fylgdust með þeim að þeir voru í upplýsingarsveldi í kommunistaflokkurinn og það var gert eins mikið. Hvað áttu við þá upplýsingarsveldi? Fengur ekki að koma sínum svona með að eða? Já, þeir fengu ekki að komast í fjölmiðlana og var jafnvel meinaður aðgangur. Ná, hvernig þá? Þó að lög kvæðu á það að þeir ættu að komast inn í. Voru eitthvað dæmi það? Já, þeir voru stoppaðir hérna fyrir utan sjónvarpsstöðina og mönnum vélbyssur þarna þegar Sjúkranov átti að mæta í viðtalinu eða átti að mæta í þátt sem var boðaður og var ekki hleypt inn og það voru alls konar aðferðir sem ekki eiga skylt við lýðræði.
Og voru þá eftirlitsþjóðirnar, urðu þær vara við þetta eða hvað? Já, það var lítið gert úr þessu en jú, einhver var við þetta, já. Og ekkert gert í fréttum? Nei, það er ekkert sagt frá því í fréttum vegna þess að fréttastofurnar þarna eru svipað og þegar kommunistar voru við völda, þeir hafa fáið glimt í sínum fréttaflutningi og það er einangrun Jeltsins og hans manna sem er alls ráðandi í öllum fréttaflutningi í ríkissjónvarpinu og auk þess einkastöðvunum. Þannig að þeir hafa þetta alveg fyrir sig þá? Já, þeir hafa þetta alveg fyrir sig og miðað við þetta þá er hægt að segja það að kommunistaflokkurinn hafi fengið ótrúlega góða útkomu og hafi komið ótrúlega sterkur út úr kosningunum. Þeir fengu í kringum 40%. Þrátt fyrir þetta svelti? Þrátt fyrir að vera algjörlega uppsynningarsvelti og fjársvelti og þess aftar. Hvað er svona núna í dag megin munur á stefnu Síkunofs sem var kannski fyrir 5 árum síðan eða flokksins? Jú, já, það er nú mikið á huldu vegna þess að þeirra stefna er mikið á reiki og þeir hafa ekki gefið út mjög harða eða sem sagt ljósas yfirlýsingu á hverju þeirra stefnamál eru og það er svolítið á reiki með það og það vita fáir og jafnvel ekki þeir sjálfur hvað þeir myndu gera fyrst eftir þeir kæmu til valda. Þannig en stefnumálin frá gamla sovéska kommunistaflokknum að þau þá eru þeir búin að viðurkenna til dæmis blanda hagkerfi og kapitalisma einhver leyti og þetta er meira svona í málamiðlunar Sístum á farveg hjá þeim? Já. En nú svo við víkjum aftur að þessu tímabili þínu þarna úti, hvað er búin að vera þarna í mörg ár? Ég hef búin að vera þarna í 6-7 ár eitthvað svoleiðis. Já, 6-7 ár og þú hefur þá fylgst alveg með þessari þróun. Jú, maður hefur fengið það allt, hvernig ég er þarna. Þú varst með þessi í Hvíta húsinu þegar að rósturnar voru sem mestar. Jú, ég er nú hættur um það. Ég var staddur þar. Lýstu, ég mann þú varst eitthvað aðeins að lýsa þessi fyrir ykkur á sínum tíma. Manstu eftir svona, hvað rifjast upp núna eftir öll þessi ár mest upp fyrir þér á þessu tímabili? Ég meina, hvað var það sem eftirminnilegast? Já, það voru þessi átök og spenna í þjóðfélaginu og götubardagar og lögreglusveitir og vilbyssu skotrið sem sagt var þarna með hlaupandi yfir haustum á sér og átti í fótum fjör að launa í bókstaflegri merkingu og það er svona yfir höfuð, þá var það kannski minnistæðis sem sagt hvernig ástandi var og svona stríðsástandi í þjóðfélaginu og það var vissilega mjög svona áhugavert að kynnast því og svona Nú ertu búin að ljúka þínu námi og hvað heitir þitt fag þá á Moskvugráðu? Það er magister í fjölmiðlafræðum og bókmenntum. Já. Þannig að það er svipað á MA hér heima. Það er svipað á MA hér heima. Og sérðu þið einhverja framtíð fyrir Ísland og Íslendinga í viðskiptum við fyrir Sovétríkin? Já, til að það sé tímalaust að Íslendingar verða að sinna þessu markaði. Þetta er nú 300 milljónir þarna í fyrrum Sovét og þetta eru miklu markaði sem Íslendingar hafa mist niður, bæði í síld og ull og fiskvörum og fleira og þetta er alltaf opnast upp á nýtt núna í einkageiranum. Áður fyrir var þetta allt ríkisríkið á stórum samningum við áðundana. Er hægt að treysta þessum einkageira? Já, menn verða bara að tryggja sig eins og hægt er og hafa tengsl vissulega, þá var Íslendingar að hafa tengsl við einhverja verndar-mafíu. Já. Bara sérstaka mafíu sem að verndar þá sem sagt. Já, vissulega, gagnvart öðrum málum. Og vissulega er þessi markaður hann er mjög stór og ríkur og þess aftur, en hann er mjög áhættusamur þar að auki. Já, hann er hagstæður þegar hann gengur eins og á að ganga. Já, vissulega. Það er ekki spurning. Þannig það er þá framtíð fyrir okkur hérna út eða einhver Já, það er stór framtíð fyrir Íslendinga. Og það er gott að vita það. En hins vegar hérna, svo ég aðeins forvitnast, viltu spá eitthvað pólitíska ástandið framöndan? Nú, ef við tökum 2 stórveldi, Kína annars vegar, þar sem að kommunistaflokkurinn sagður halda utanum þessa einkavæðingu sem er að þróast þar og svo aftur á móti er allt í upplausn í Rússlandi. Hvað viltu segja, hvort er hagstæðara? Já, Kínverjar þeir hafa farið vissulega sömu réttu leiðina í þessum efnum að þeir byrja á efnahagslegum umbótum og byrja síðan á félagslegum umbótum í pólitískum skilningi þess orðs. En í Rússlandi og Júgóslavíu til dæmis að þá var öllu hleypt upp á mjög stuttum tíma og þetta hefur verið
kapp meira heldur en forsjá, en Kínverjar þeir hafa styrka stjórn og halda hlutunum undir í kontról sem sagt og byrja á efnahagslegum umbótum. En ef að Kína væri hleypt upp núna með þjóðernisróstrum og þjóðernishyggju, það er nú töluð þarna 10 tungumál ef ekki meira og 100 þjóðarbrot í Kína, múslimar nyrst og svo eru búddatrúarmenn og alls konar, þannig að þetta er samói í Sovétríkjunum var og í Júgóslavíu núna. Og þarna í Rússlandi og Sovétríkjunum fyrirvændi eru borgarastyrjaldir bæði í Tadjikistan og Kazakstan og Grozny og Armeni og Azerbaijan og eins og við vitum í Júgóslavíu dæmið að málið er það verður að halda þarna sterkum höndum utan Kína og ef það fer upp í háalofta þá mega Vesturlönd fara að vara sig. Já, þá síður alveg í pottinum og allt er komið á stað. Já. Það er stórhættulegt dæmi. Já, og þannig að það er þannig það er kannski hagstæð fyrir Vesturvelduna að tryggja stöðu kommúnistaflokksins í Kína í staðinn fyrir allt farið í upplausn. Já, ég held það bara að það væri hagstæðast fyrir alla, þó að það sé kannski svolítið eins og mjög hefur séð á síðustu dögum að þá er Vesturlönd að þá á alltaf að fara eftir þeirra höfði hér í heiminum en Kínverjar þeir láta það ekki spila neitt með sig og sem sagt það myndi fara illa ef að þetta kemist í upplausn og myndi enda í miklu blóðbæði væntanlega. Þá erum við að tala um það að meðan þessu vari þá er eitthvað möguleiki fyrir okkur Íslendinga bæði að, aftur móti, svo ég kom inn að annað í blöðunum þessar dagana þá sá ég það var kínverskir ráðunautar að leiðbeina íslenskum kaupsýslumönnum hvernig þeir eiga að versla í Kína og hvað ber að varast. Já. Er það ekki? Þá spurningin, er eitthvað svoleiðis í farvatninu Rússland? Já, það er menn vissulega þurfa ráð heimamanna í sambandi við að menn alltaf í viðskipti þarna úti og það er talsvert annað andrúmsloft og hugsunarháttur hjá Rússum og ekki síst hvað var að viðskipti heldur en hjá Vesturlöndum hér. Já. Og þannig að menn þyrftu að hafa þarna ráðgjafa rússneska eða menn sem þekkja til í landinu. Já. Það er ófært að fara þarna og ætla að gera það gott á einhvern tíma kannski og með sem sagt hugsunarhætti sem á ekki inni heima í Rússlandi. Þannig það eru þá sem sagt maður þarf að leita sér virkilega góðra ráðgjafar ef menn ætla að fara út í frekara viðskipti við þessi lönd. Já. Og hafa menn sér innan handar sem þekki nú kerfið og þess aftar. Já, þá ertu að tala um þá menn sem að komast í tengsl við réttu mennina. Já, jú, vissulega, það er alltaf nauðsynlegt og ekki síst þarna. Svo að við höldum áfram, þú ert þarna, þú sér það einhverja framtíð fyrir þér þá þarna sem fjölmiðlafræðings þá og já, með þessa gráðu. Getur þú fært þér eitthvað þarna úti? Já, það væri vissulega vel hugsanlegt og það kemur bara ljós, við finnum út úr því en þú ætlar að gera það? Það er spurning, maður kemur bara ljós en vissulega hafa aðilar komið að máli við mig og rætt ýmis atriði. Já, sem er svona áhugaverð. Já, það er gott að þess að vita. Þannig að þitt nám, það myndi þá kannski nýtast í þessa veru? Já, það væri alveg hugsanlegt, það getur alveg skil. Og svo, í svona lokum, hvað er það sem að þú myndir nú ráðleggja ef ungur Hamraborgarbúi langar nú til þess að fara í nám til Rússlands? Við skulum segja, ekki bara í fjölmiðlafræði, heldur öðrum fræðum. Hvað ber hann að varast? Já, það er eins og ef að fólk er statt þarna úti þá ber að varast það er þá helst þessa glæpahópa og þess áttar en taka það fram að það kannski gerst svolítið mikið úr þessu oft á tíðum en ef að menn eru þarna sem ferðamenn og gangum á götu og eru að skoða þá á ekkert að koma fyrir. Nei, en ef að menn eru kannski að veifa seðlum og sína sig og annað að þeir hafi fleiri einhverja summur á gjaldir þá endar það illa og það er eins og við erlendis að það er, menn verða bara að passa sig á svona áskonum, vasaþjófum og smákrumum og slíkt og vera rólegir í tíðinni, það er nú aðalmálið. Það á ekkert að koma fyrir.
Já, við auðvitað óskum þér Haukur góðs gengis í þessu öllu saman og vonast bara að þetta gangi vel hjá þér og þá bara þökkum við honum kærlega fyrir komuna hérna hjá okkur á Rásina og segjum bara takk fyrir í kvöld. Takk fyrir.